new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. Í 3 ár hefur kattaraðstofan Kisukot verið rekin á Akureyri en þar tekið á móti köttum á vergangi og reynt að koma þeim til réttra eiganda eða nýrra eiganda. Það Ragnheiður Gunnarsdóttir sem stofnandi Kisukots og reyndar eini starfsmaður þess. En hvernig kom það til að hún hóf þessa starfsemi? Ég rauninni bara byrjaði þetta því mér fannst svo mikið að villiköttum í bænum og fór að hafa svona áhyggjur af bara ástandinu í rauninni. Líka bara eins og inn á Bland og Facebook, allar auglýsingarnar. Og ég ákvað bara að prófa hvað myndi gerast í rauninni og viðbröðin leyndi ekkert á sig því að það fór bara allir hafa samband og það bara aukist á þessum 3 árum. Og í rauninni felst þetta bara í því að ég tek villikettina eða kettlinga og svo ketti sem fólk að finna og líka af heimilum ef að fólk getur ekki haft það lengur og finna þeim ný heimili. Og þú bara með þetta á þínu eigin heimili og að gera þetta allt í sjálfboðavinnu? Já, en það væri náttúrulega draumurinn að komast í sína eina aðstöðu því þetta náttúrulega svolítið mikið svona heima. En nú þekkja margir Kattholt í Reykjavík. Þetta líka þessari starfsemi, Kisukots við starfsemi Kattholts eða? Í rauninni náttúrulega margt líkt. Kattholt svona vissuleyti fyrirmyndin en Kattholt náttúrulega stofnun og hefur sitt eigi húsnæði og fólk á launum og náttúrulega bara svona miklu meira flæði náttúrulega inn hjá þeim. Það náttúrulega 9 kettir á hverjum einasta degi sem koma líka í Kattholt sko. Þetta nú ekki eins mikið hér sem betur fer því þá ég náttúrulega bara fullt hús alveg. En hvað dvelja meðaltali margir kettir hjá þér hverju sinni? Það svona 20-25 svona meðaltali. Það hefur farið upp fyrir 30 en þá var þetta líka orðið ansi mikið. En sem sagt bara fullt af köttum á vergangi á Akureyri? Já, sko, mér finnst allavega nóg hringt í mig því miður. En það svona einhvern veginn sem fólk báir kannski ekki alltaf við þetta séu týndir kettir eða viltir. En það hefur náttúrulega bara aukist fyrst mér eftir að fólk fór svona að þekkja mig að það meira hringt, þú veist, að athuga hvort einhver hafi auglýst eftir þessum ketti og fólk svona farið að vera vakandi fyrir því að kannski sé kísi týndur ef hann að leita hjálp, sko. Þannig að það alltaf einhverjir sem eru týndir því miður. En nú voru ný lög kattahald sett hér á Akureyri fyrir nokkru síðan. Hefur, týndum köttum eða köttum á vergangi ekki fækkað eftir það? Hugsar fólki í rauninni ekki betur dýrin? Ég held í rauninni að þau breyti því miður engu. Því að sko, það ekki skráður nema 200 kettir af öllum þessum fjölda. Og margir sem ég tala við veit ekki einu sinni af þessum lögum. Þannig að ég held að í rauninni að þetta hafi því miður lítil áhrif. Því að fólk bara einhvern veginn skráir ekki. En hvernig fjármagnaru þessa starfsemi? Nú kostar náttúrulega kattamatur og sandur sitt. Sko, ég með bara styrki frá einstaklingum og svo sem sagt gæludýr.is sem fyrir sunnan. Þau sjá að styrkja mig með þurrfóðri, þannig að ég þarf ekki að borga fyrir það. Og svo ég með góðan díl við Elfu dýralækni sem sér kísurnar, geldingar og allar kostnað. Eins og þú sagðir hér áðan, þá langar þið til þess að gera þetta alvöru stofnun. Já, það væri náttúrulega draumurinn. Það getur maður tekið við fleirum og þá líka þetta ekki skilur inn á mínu eigin heimili og ég geti farið heim í frí. Það væri ekki alltaf í rauninni í þessu, því ég fæ aldrei frí. Það bara þannig. Margir halda eflaust að þú sért klikku að búa innan öll þessi dýr. Hvað svona heillandi við ketti? Þeir eru bara eitthvað svo sjálfstæðir og það þessu mismunandi karakterar og ég hef bara alltaf verið hrifin af köttum. Ég veit ekki kannski beint af hverju en mér finnst þeir svona bara heillandi á allan hátt, sko. Þú ert með einn í fanginu hjá þér. Þetta þinn eigin köttur? Já, þetta hann Gundi, hann heitir Gunnar Páll. Ég tók hann að mér þegar hann var 4 ára. Og þá þurfti hann nýtt heimili frá Reykjavík. Það var árið 2003. Þannig nú hann á 16. ári. Og hann heilsar upp alla sem koma. Og nágrannana og alla. Hann elskar sína athygli. En hvað áttu sjálf marga ketti? Ég kýs að tjá mig bara ekki það. Þeir eru svolítið margir. En þeir fara fæstir út sem betur fer, þannig að þeir eru ekkert að angra neitt. Nú gefur fólk einmitt oft kettlinga í jólagjöf.
Hvað finnst þér um það? Það í rauninni, náttúrulega, dýr eru aldrei gjafir. En ef að, sko, ég hef gefið ketti sem ég veit að þá er fólk búið að tala við þann sem fær gjafina og þetta er ákveðið fyrirfram, þá er þetta allt í lagi og það er vita að vera hugsað um hann. En þegar þú ert að gefa kött eða hvaða dýr sem bara jólagjöf sem engin veit það er náttúrulega bara, gengur ekki því að enda þeir maður ekki bara í kattholti eða einhvers staðar á vergangi því að fólk ætlaði ekki að eiga kött. Þú ert með heimasíðu eða það ekki ef að fólk vill styrkja þessa starfsemi eða vill komast í samband við eða finnur týnda ketti? Já, ég er með kisukot.is og svo er ég líka á Facebook og er mikið þar. Það er að senda mér skilaboð og svoleiðis. Og svo er náttúrulega bara símanúmerin sem eru gefin upp á síðunni. Það er mikið hringt í þau. Ég reyni yfirleitt að vera með síman. Ef ég er ekki með kisukot síman, þá er ég bara með minn einkasíma. Þannig að það getur bara fólk haft samband þar. Pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care